daginn og hér í dag ætla ég að fjalla aðeins hjallastefnuna sem ein leið í leikskólastarfinu og við byrjum á fara aðeins hérna yfir að 1989 þá opnaði Hafnarfjarðarbær leikskólan Hjalla í Hafnarfirði. Leikskólastjórinn var Margrét Pála Ólafsdóttir og þetta er unnið eftir hennar kenningum. Þarna ný námskrá fyrir leikskólan og þetta eru kynjaskiptar deildir eða kjarnar. Það er engin leikföng, það er allir vinir, það er mikið lagt upp úr jafnrétti og það eru jákvæð samskiptir. Síðan þetta þá hafa náttúrulega opnað líka Hjallaskóla skólar, eða það sem er unnið eftir í grunnskólanum er unnið eftir hjallastefnunni. En við ætlum bara að horfa hérna á leikskólan. Hver eru aðalrökin fyrir kynjaskiptingunni samkvæmt Margréti Pálu? Að þá eru það jafnréttið. Það er bara fyrstu og veigamestu rökin, það eru jafnrétti. Og hún talar að það verði jafnrétti sátt í samfélaginu þegar framleiða stundir. Og það þarf að styrkja sjálfsmynd bæði stúlkna og drengja svo að bæði kynin mæti sterkt til leiks, þannig að það halli ekki á annað kynið. Það þarf að rækta félagshæfni og sjálfstæði og karllegu, ef maður má orða þannig, eitthvað sé karllegt, að það eru kjarkur, sjálfstæð og styrkur, þetta eru svona þeirra eiginleikar, menn að kvenlegu eiginleikarnir eins og samskiptahæfni, sveigjanleiki og tilfinningatengsl eru meira tengt við kvenfólk, að það þarf að rækta báða þessa þætti í öllum, ekki bara, kallar ekki bara eða drengi bara að hafa þessa þætti og stúlkur bara þessa þætti, heldur þurfum við öll að hafa eitthvað af þessu. Í blönduðu skólastarfi þar er hætta á að kynin einoki þá eiginleika sem taldir eru tilheyra þeirra kyni. Spessoldið, en það sem þetta þýðir er í rauninni að til dæmis þá hafa kannanir sýnt að drengir fá meiri athygli í skólastofum og það er ekki endilega jákvæð athygli, það getur verið neikvæð athygli út á hegðun og annað, á meðan að stúlkur halda sig meira til hlés og fá ekki eins miklu athygli. Að með því að kynjaskipta og stundum er meira að tala að það, nokkra kannarir hafi sýnt að það er jafnvel nóg að kynjaskipta í ákveðnum greinum. Það þarf ekki að vera allur árgangurinn kynjaskiptist bara þannig að það séu stelpur sér og strákar sér. Heldur, það getur bara hreinlega verið nóg að í ákveðnum fögum þá sé kynjaskipting. Stundum kemur það þannig út að það verðist ekki skipta máli fyrir stráka, hvort er að kynjaskiptið ekki, meðan að það skiptir miklu máli fyrir stelpur. En svona erum við bara misjöfn. Hugmyndafræðin á bakvið hjallastefnuna, hennar Margrétar Pálu, það er að klífa hjallan. Það er að sigrast alltaf á erfiðasta hlutanum í hverju verkefni. Allir læri það, gefast ekki upp. Æfingi skapar meistarann, það er mikil hvatning í gangi. Það er alltaf verið að hvetja börnin og þau eiga ekki að hætta þó þeim fallist hugur og allt það. Og það er kjörnun, það er sem smæstu einingarnar skoðaðar eða kjarnin sjálfur. Umhverfið, þar eru mildir litir, það er enga myndir, en það er listakrókur, þar sem þau eiga að gera sína eigin myndir. Það er passað upp á það sé hljóðlátt, þau gangi í röð, það er mikil ægi og það er ekkert rosalega mikið leikefni. Þau eiga svolítið að sjá sjálf fyrir leikefni. Og einbeitingin við þetta telur Margrét Pála, eða þeir sem standa að þessari kenningu, þau telja að einbeitingin verði meiri og betri. Þetta er svona svolítið líf í núinu. Hver einasti dagur er gerður einstakur. Það er mikil virkni, það er gott andrúmsloft og það er komið í veg fyrir þessa óvirku biðtíma, það sem er að bíða eftir að einhverjir geri eitthvað eða klára eitthvað eða að fara yfir í næsta lið. Ögun er forsenda frelsis. Það eru fáar reglur en það eru mjög skýrar og áþreifanlegar. Öll brot er umsögulegst leiðrétt. Það er ekki beðið þangað til seinna í dag eða eitthvað annað. Það er bara strax tekið á því. Og kennararnir öðlast fljótt yfirsýn og börnin líka. Og það er svona ákveðið frelsi sem verður við það. Það eru skýr mörk og það veitir börnum öryggi. Þau vilja hafa mörkin skýr. Og eins og þetta með brotin, það er útskýrt hvað var gert rangt og hvað er gert rétt. Þannig að það er alltaf á hreinu, alla reglur. Og það er viðurkenning á einstaklingseinkennum, að hver einstaklingur er einstakur. Þá er lagt upp úr því að það sé ekki öllum þrýst í sama mótið.
skipting og blöndun notuð á víxl, stundum eru öll börnin saman, stundum eru þau í sig hvoru lagi. Það verið að æfa veiku hliðarnar en líka þessar sterku, því auðvitað verðum við líka að æfa þessar sterku hliðar, því annars bara verða þær undir. Og það er mikið val og börnin eru hvött áfram. Og ég held bara að ég klári þetta bara hér.